Þá er til andsvar hv. 9. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Vilhjálmur Bjarnason. Í þessu frumvarpi sem hér er til umræðu, þá er eitt merkilegt tæki til jöfnunar og það er að gera efnalitlu fólki kleift að kaupa heimilistæki með því að fella niður virðisaukaskatt til þess að það geti keypt hollan mat og geymt hann við góðar aðstæður, til dæmis. En ég tel jafnframt að ójöfnuðurinn hann aukist jafnvel með lágum virðisaukaskatt og matvæli vegna þess að hinir efnameiri kaupa þá meiri mat og njóta meiri afsláttar af matvælum með lágum virðisaukaskatti. Og varðandi það að fella niður vörugjöld af ýmiss konar heimilistækjum, þá kom ég einnig inn á það í ræðu minni að þetta eru tæki, ísskápar, sjónvörp og slíkt sem að maður er nú ekki að kaupa á hverjum degi, heldur er hægt að kaupa það á mjög margra ára fresti og þá kaupa jafnvel notað, kaupum ekki notaðan mat. Og þess vegna er hægt að fresta þeim útgjöldum eða fá gefins, fá lánað, og þess vegna lítur það bara allt öðrum lögmálum að mínu viti en matur. Við verðum að borða. Ég ætla nú fyrst að svara síðustu athugasemd hv. þingmanns og varðandi að heimilistæki séu keypt sjaldan. Það er nefnilega einmitt gott að þeir efnameiri þá geti keypt heimilistæki núna og skiptum til þess að þeir efnaminni geti keypt góð heimilistæki á eftirmarkað á lágu verði, öllum til hagsbóta.